Langt út á landi í Burkina Faso loftið rakt og þungt, blandað kemískum efnum. Þetta gullnáma og börnin á svæðinu eru ódýrt vinnuafl. Úr þröngum holum sem ná tugi metra beint niður í jörðu gulli tekið. Allstaðar eru holur og eitt ógætilegt skref getur haft skelfilegar afleiðingar. Katre Derma 14 ára og einn af þeim sem lætur sig síga niður í myrkrið. Hann vinnur frá morgni til kvölds og fær 5.000 krónur í mánaðarlaun. Börn eins og Katre eru eftirsótt vinnuafl í námunum. Þau fá minna borgað en fullorðnir og geta klöngrast niður í mjórri holur. Þau þekkja heldur ekki rétt sinn og kvarta ekki. Námurnar hafa fallið saman og fólk látið lífið. Holurnar alltaf 45 metra djúpar og á botninum loftlítið og erfitt að anda. Reynt að koma súrefni niður til barnanna í gegnum gamla plastpoka. Í holunni þar sem Katre vinnur hangir trosnað reipi fram af brúninni og eina leiðin til að koma sér upp og niður með handafli. Það ekkert sem grípur þann sem missir takið. Loftið þyngist eftir því sem neðar dregur. Göngin sveigja út til hliðar og dagsbirtan hverfur. Ekki sjást handaskil í hyldýpinu. Löngu síðar glittir í daufan bjarma. Í týru frá beygluðu vasaljósi heggur Katre í klettavegg. Enginn á að þurfa að vinna við þessar aðstæður. Barnaþrælkun ólíðandi. UNICEF leggur kapp á að ná börnum af námusvæðinu, koma þeim í skóla og tryggja þeim annars konar framtíð. Nú þegar hefur UNICEF átt þátt í að frelsa 11.000 börn úr námum í Burkina Faso og það sama gert í öðrum fátækum ríkjum. أنا بوكو تعالى تونا تونسي يجي بمانك